Í þessu dæmi ætlum að leysa tvær jöfnur og við ætlum að leysa þær nákvæmt. Síðan þegar við erum búin að því þá ætlum við að reikna síðan námundagildi fyrir þetta með 3 markverðum stöfum. Ég hef nú glemt að skrifa niður jöfnurnar, þannig að ég ætla að gera það nú bara svona þá. Í fyrsta lagi erum við með hérna jöfnuna 9 í ekstra veldi, jaft og 3,1. 3,1 ætlaði ég að hafa það. Ok. Þarna þurfum við að, hérna semst x-ið veldisvísir og það þýðir að við þurfum að nota logra til þess að leysa þessar jöfnur. Nú, ein leiðin að því að skrifa þetta sem veldi af 10. Okay. Það að segja, við ætlum að skrifa 9 sem veldi af 10 og 3,1 sem veldi af 10. Okay. 9 sama sem 10 í veldinu LG9. Það að segja, LG9 veldisvísirinn sem við setjum á 10 til þess að fá út 9. Og 3,1 þá 3,1 það jaft og 10 í veldinu LG 3,1. Ok, við setjum þetta inn í jöfnunar hérna. Þannig að í staðin fyrir 9 setjum við þá 10 í veldinu LG 9 og það í veldinu x jaft og 10 í veldinu LG 3,1. Nú erum sem sagt búin að setja báðar jöfnurnar í sama veldi. Já, ok, getum orðað þannig. Við erum sem sagt búin að setja í staðin fyrir 9, við erum búin að setja 10 veldi og í staðin fyrir 3,1 erum við búin að setja veldi af 10. Nú, samkvæmt veldaregluna muniði að þá erum við, þar sem við erum hérna með 10 í veldi sem að síðan í veldinu x, þá erum við með jafngildir þetta 10 í veldinu x sinnum LG9 við markvöldum saman veldisvísuna sem satt og hér erum við með 10 í veldinu LG 3,1. Nú, hér erum við með 2 veldi af 10 sem eru jöfn og ef að 10 í veldinu x sinnum LG9 jaft og 10 í veldinu LG 3,1 þá hlýtur náttúrulega augljóslega að x sinnum LG9 að vera sama og LG 3,1. Nú ef að x sinnum LG9 jaft og LG 3,1 þá hlýtur x, þá deilum við bara í gegn hérna með LG9 skrifa þetta hérna og deilum hérna líka með LG9. Þetta eru bara einhverja tölur, þannig að þá x-ið sama sem LG 3,1 deilt með LG9 sem þá nákvæmt svar við þessari tölu. Það bara til ein tala, ein og aðeins ein tala sem hefur nákvæmlega LG 31 eða sem 10 lorna 3,1 og ein og aðeins ein tala sem hefur nákvæma gildið logrinn af 10 lorna af 9. Nú ef við setjum þetta inn í reiknivél þá fáum við að x-ið það bil jaft og 0,515 með 3 aukastöðum. Nú, hitt dæmið sem við ætluðum að reikna í B-lið, það þá 5 í veldinu 3x sama sem 7. Ok. Nú við gerum bara nákvæmlega sama. Við segjum þá að 5 þá sama á 10 í veldinu log 5 og það í veldinu 3x það jaft og 10 í veldinu logurinn af 7. Ok. Þá erum við með að 10 í veldinu 3x sinnum LG5 jaft og
10 í veldinu LG7. Nú, hér erum komið með 2 samstofnum veldi, 2 veld af 10 og þau eru jöfn, þannig að þá hljóta veldisvísin að vera jöfnir, þannig að 3x sinnum LG5 það í átt á LG7. Þá x, nú deilum við bara hérna í gegnum jöfnum með annars vegar með 3 og hins vegar með LG5. Þannig að deilum það bara hérna í gegnum þetta með 3 sinnum LG5 og fáum að x-ið í átt á LG7 deilt með 3 sinnum LG5. Þetta nákvæmlega svarið. Nú ef við námundum það, þá fáum við að þetta mun vera cirka 0,403. Og það spurning hvernig svona slegin í reiknivél, ég veit ekki hvort ég á nokkuð að vera að tala það, en ef ég væri að nota reiknivélina mína, þá myndi ég væntanlega gera þetta þannig, en að ég myndi þá væntanlega slá fyrst á logtakkan og svo á 7 og svo deilt með, og annarkvort myndi ég þá nota sviga og segja í sviga 3 og svo sinnum log 5 og loka sviganum út á sama sem. Þá ætti þetta að vera komið. Nú, ég get líka hugsað mér að gera þetta þannig að ég með bara 3 sinnum log 5 fyrir neðanstrik. Ég veit ekki hvort að þið eru vön því, en það má þá semst að slá þetta inn svona líka log fyrst á log 7 og svo deilt með 3 og svo aftur deilt með log 5 og svo á sama sem. Þannig þetta svona 2 leiðir. Svo þetta til margar mismöndi gera reiknivélum sem að gera þetta einhvern veginn allt öðruvísi, en við látum þetta nú duga núna.